Hjalti Þór Vilhjálmsson. Hjalti, þetta var rosalegu leikur í lokin. Já, við gerðum vel að koma tilbaka en við vorum alltaf búin að grafa okkur mjög djúpa holu. 20 stiga munur eitthvað. Þannig að við vorum svolítið hausleysir á köflum og það vantaði svolítið, við værum að hugsa okkur sjálfa. Vorum svolítið að beina athyglinni bæði í hvað þeir voru að gera og eins það sem dómarinn voru að gera. Við vorum samt að spila í fyrri hálfleik býsna góða vörn en skotin voru ekkert eftir með okkur meðan að þetta datt ansi vel með Njarðvíkingum. Já, þeir hittu vel fyrir utan, við hittum ágætlega fyrir utan svo sem en við vorum ekki að klára layupinn og svona auðvöldu körfurnar í rauninni. Við vorum alltaf kvart undan eða var í ykkur kondóttur og alltaf, hvort sem það hefur verið eða hvernig sem það var, við áttum bara að klára dæmið. Var ekkert færi að fara í þriðja leikluta Njarðvíkingar og komið 22 stiga fórustu? Nei, ég meina þegar þú ert komin svona undir þá bara ein átt. Það er bara að leggja á sig og fara upp. Og ég meina það er annarkoð það eða klúra þess alveg. Við ákveðum bara að leggja í búkið og hætta að hugsa eitthvað annað heldur en okkur sjálfa og lögðum bara, bara leggja og allt saman. Það má eiginlega segja að Yngvi Rafn hafi kveikt í mönnum með frábærum kafla þegar viðsnúningurinn byrjar í þriðja leikluta. Já, algjörlega. Ég meina við vitum alveg hvað Yngvi getur gert og ég meina hann sýndi bara hörku framistöðu í fjórða leikluta og bara gerði virkilega vel. Leikurinn var á köflum alltaf harður. Hér sáðu bara gleru og fjúka hægri vinstri og þannig að hafa tekist á. Já, það var mikill kontaktur og mér finnst ekki bara í þessu leik heldur í fleiri leikjum mér finnst það meiga full mikið inn í teig. Fyrir utan er verið að flauta en svolítið mikið lyft inn í teig. Markus Orver, hann fær ekkert gefins. Nei, hann fær eiginlega bara ekki neitt. Það er eiginlega bara svoleiðis. Hann náttúrulega bara er á annar löpunni. Það er bara svoleiðis. Og þannig að við þurfum bara að koma búslánum saman fyrir næsta leik. En það má segja og rósonum fyrir það að halda á haus og vera ekki að láta skapið hlaupa með sig þegar mótlæti er eins og var í kvöld. Það var bara alveg rosalega á hann. Já, hann bara gerði mjög vel. Og ég meina fór eftir öllu boltum og reyndi. 7 stiga tap, strákarnir geta samt verið stoltir að koma tilbaka og koma leiknum þó niður í þetta. Já, algjörlega, en við ætlum að vinna leik. Og það er svekkjandi að við ekki bara tekja það. Ég segi bara að gengur betur næst. Já, það kann verið. Takk fyrir spjallið. Takk. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.